Við erum svona, ætlum að byrja auðvitað á því að horfa aðeins inn í Kauphöllinni. Það sagði við mig einn greinandi sem ég sagði nú að væri nú orðin freka þjáður að þeir var að spyrja svona stöðun á markaðinum. Hann væri bara helvíti erfiður þegar ekki hillur undir vaxtalækkanir eins og hann orðaði. Og þá bara innistæður og skuldabréf vinsælli. Það bara þannig að hlutabréfin eru ekki alveg vinsæl hjá fjárfestu þessum dagar. Það náttúrulega, hvað sér framþjáðir menn? Já, framþjáðir greinendur og sko málið það að... Ef þeir þjást, þá þjást margir fleiri, sko. Þá þjást fjárfestandir, ef greinendur eru farnir að þjást. Já, þeir skulum bara líka að fá hérna þá graf upp á sem sýnir Kauphöllin niður síðustu daga og það þetta eiginlega segir allt sem að þessi þjakaði maður segir að það er svo Kauphöllin hlutabréfamarkaðurinn náir sér ekki á strik. Hann bara flatur og búin að vera þá heldur að lækka. Já. Og þetta eiginlega öfugt við það sem gerist á öllum erlendum mörkum. Það sem þetta hefur verið að hækka. Já, það þegar ekkert að gerast í hlutabréfum. Það að segja að það hækka ekki. Þá kannski fara menn að segja, missa þolinmæðina og segja. Ég held reyndar að þurfi ekki mikið, Jón. Eins og það bara verða ár síðan að vísitalan byrjaði að tikka upp eins og sérstæðan á grafinu. Það eru hausthækkanirnar og ég held að þurfi ekki mikið og nú sáum við sko birtast þetta smá gluggi með verðbólguna og hún mælist núna 3,8% og maður heyrði svona fegin stunu líða yfir markaðin. Vitaminur en ekki fjár. Já, það engin ástæða til þess að hlaupa stað en menn þurfa stundum ekki mikið til þess að sko anda aðeins léttar. Það var svona eitthvað í þessu, vona menn og ég veit ekki, það náttúrulega kannski flug hefur... Ég sá að flugið, það hefur lækkað til útlanda og það hefur svona svakalega áhrif inn í vísitöluna. Vegna þess að annað hefur þarna hækkað. Það vekur líka athygli við séum ekki með það hérna, að verðbólga sem sagt neysluvísitalan að það er hún sem að hefur, þetta sem síðustu 12 mánuður, notabenni, þessi 3,8 og þegar síðustu 12 mánuður voru teknir mánuðin og undan, þá var það 4, skilu. Já, ég alltaf svolítið í lengri, þú í hérna en þannig að þetta útmælingunni, sko. Ég horfi eiginlega á núið svolítið, og ég líti á þetta svona sem ákveðin gleðitíðindi. Þetta kom eiginlega þvert ofan á allar spár greinenda, svo höldum okkur áfram með þá. Það er segja hjá Íslandsbanka sérstaklega og Landsbanka að þeir höfðu gert ráð fyrir því að þetta myndi verið bara í kringum 4% út árið og það var engar vaxtalækkanir í augsýn. Það sé Ásgeir myndi ekki hreyfa sig og ekki hakast. Seðlabanki tók nú undir það. Ég held að við þurfum að fá að sjá núna einhverja fleiri. Ég held að Seðlabankin mun ekki gera neitt. Það verður bara gaman að sjá hvort við séum að sjá eitthvað svona núna gerast en þetta hafði mikil áhrif þessi lækkun fargjalda.